Komið þið sæl og blessuð. Ég vil eiginlega bara byrja á því að þakka fyrir tækifærið að fá að vera hérna í dag á þessum ársfundi og kynna mína vinnu. Mitt samstarf við Nýsköpunarmiðstöð hófst eiginlega þegar ég komst í samband við Þorstein varðandi textílinn sem ég hafði verið að framleiða. Það var þannig að ég var að ræða við fólk í Brussel og þau höfðu mikinn áhuga á textílinn sem ég hafði verið að þróa, þannig ég komst í samband við Þorstein. Og hann var á leiðinni til Brussel, það vildi svo skemmtilega til, þannig við ákváðum að hittast og fara á fund með þessum silikon-framleiðanda. Og fundurinn var í íslenska sendiráðinu, þar sem við hittum bæði tæknifræðing og markaðsfræðing frá þessum silikon-framleiðanda. Og upp úr því þá mjög gaman að segja frá því að þau hafa boðið mér að koma og ætla að fljúga mig til Brussel að læra meira silikonið og þeirra tækni og hvernig þau framleiða þetta efni sem ég hef haft svo rosalega gaman að því að vinna með. Og upp úr þessu, eftir að hafa setið með Þorsteini og rætt við hann og allt sem var í gangi heima, ég náttúrulega búin að vera erlendis í 4 ár, þá náttúrulega varð áhuginn svolítið sterkur. Hann sagði mér frá því sem Nýsköpunarmiðstöð búin að vera að gera, uppganginum í íslenskri hönnun og jafnvel þótt ég hefði verið að fylgjast með, þá gerði ég kannski ekki grein fyrir öllum þessum möguleikum sem samstarf með Nýsköpunarmiðstöð leiddi í för með sér. Og þegar ég fór að ræða við hann einmitt efnafræði og fleira sem hann náttúrulega sérfræðingur í, þá kom í ljós að þarna var heill heimur af hlutum sem ég hafði svona rétt kannski stungið litlu tanni ofan í laugina, en það var svo miklu meiri möguleikar og tæknifólk sem geti hjálpað mér og gefa mér ráð í þessum efnum. Og ég ákvað upp á þessu að flytja heim og hef ákveðið að setja mér upp stúdíó hér og vinna að þessari þróun. Og það mikið að því að Þorsteinn kveikti í mér að ég ákvað að koma. Þannig að það rosalega mikið af tækifærum og þetta áframhaldandi samstarf við Nýsköpunarmiðstöð og tísku og tækni eitthvað sem ég rosalega spennt fyrir, og þetta að fá bara að heimsækja til dæmis náttúrufræðingana niður Nýsköpunarmiðstöð og fá að sjá steinana sem ég get nýtt í textílinn og kíslið eins og Þorsteinn sagði, það bara dásamleg uppgötvun. Það svo mikið íslensku náttúru sem getur nýst í þessu fæi og það alveg ótrúlegt. Síðan fórum við ofan á þetta upp úr þessu, erum við búin að ræða við íslenskt sjávarleður. Þau hafa styrkt mig mikið, styrktu mig við útskriftarverkefni mitt og það svona, við erum að ræða við þau mögulegt samstarf einmitt það að tengja þessa tækni sem þau hafa, og þau hafa náttúrulega verið að vinna með textíl og að gera alveg frábært leður sem ég hef unnið mikið með, og svona fá að miðla af þeirra reynslu í þessu framhaldi. Einnig bauðst mér að sýna á Reykjavík Fashion Festival sem var náttúrulega mikill heiður, og mér var boðið að opna hátíðina í ár sem ótrúlega heiður og sýna mína vinnu, og þar mun ég líka vera með nýja tegundir sílikoninu sem ég hef verið að þróa og aðra hönnun á sama textíl. Og það rosalega góður vettvangur í rauninni finnst mér heima á Íslandi fyrir íslenska hönni og rosalega vel stutt við okkur, og bara ég hef verið að vinna með fólki erlendis líka og mér fannst þeir í rauninni alveg íslenska stuðningsneti vera mjög sterkt, og sérstaklega með hjálp Nýsköpunarmiðstöð og Reykjavík Fashion Festival sem að reyna að koma okkur á framfæri. Þannig að nýja stúdíóið mitt upp í Ártúnsholtinu, í kartöflukofanum, og þar ég búin að koma fyrir í húsnæði sem var ekki verið að nýta, en ég var svo heppin að fá það fyrir mig. Ég hef líka verið að taka þátt í sýningum, það gaman að segja frá því. Það var bæði Lady Gaga sýningin í París sem kom upp úr útskriftarverkefninu mínum, þar sem var verið, fötin mín voru sýnd við hlið
bara rosalega virtra hönnuða eins og Viktor og Rolf og Thierry Mugler og fleirum og það var 7.000 mann sem mætti á sýninguna 9 dögum þar sem að þið sjáu það Silicon verkið sem þið fá að sjá á eftir var bara á fremsta stalli í rauninni. Þannig að það mikill áhugi á þessum textíl. Og einnig var ég beðin að hanna kjól úr Siliconu fyrir The Little Black Dress Exhibition í The Civic Gallery í Englandi. Og sú sýning í tilefni 85 ára afmæli Chanel, Coco Chanel, eða litla svarta kjólsins sem hún hannaði. Hann sérst 85 ára í ár og það verða kjólar á sýningunni eins og svarti kjólinn í Audrey Hepburn, sem Audrey Hepburn var í Breakfast at Tiffany's og fleiri rosalega flotti kjólar sem hafa þeirra spanna söguna í rauninni á litla svarta kjólnum. Þannig að þar mun Siliconi líka vera til sýningar alveg fram í maí. Og upp á þessu það eru líka 2 bækur væntanlegar með verkunum í. Minn ferill hófst eiginlega þegar ég byrjaði í Maragoni. Ég ákvað að flytja til London, var tekin inn í Istituto Maragoni. Skólinn upphaflega heillaði mig vegna þess að þeir eru opnuðu í Milano, en síðan opnuðu þeir útibú í París og í London líka. Þannig ég hugsaði mér að ég myndi ferðast á milliborgana upphaflega. En síðan kunni ég bara svo vel við mig í London og það var rosalega góður andi og góði kennarar, meðal annars kennari sem kveikti mikið í mér sem heiti Manuel Torres og kannski á heiðurinn svolítið af minni vinnu. Hann efnafræðingur einmitt, efna- og tískufræðingur sem hefur verið að þróa spreyefni. Þannig að hann hefur verið að spreyja sem sagt ból eða bara úr brúsa á módel. Og þetta hefur rosa mikið breakthrough og hann kendi okkur einmitt að líta hans út fyrir boxið og fara og finna eitthvað nýtt sem ég síðar gerði og ég blandaði inn í hönnunum okkar, þannig ég á honum mikið að þakka. En síðan bara myndaði ég mjög sterkt tengslanett í London fljótt og ákvað að vera þar, að það myndi henta mig best. Á 3. árinu mín í Maragoni þá einmitt bauðst okkur að taka þátt í FAD tískukeppninni. Og það voru allir skólar í Englandi sem tóku þátt í þessari keppni, hver skóli sendi inn 5 nemendur, verkefni 5 nemenda og 14 voru svo valdir í úrslitin. Og úrslitin voru sem þannig að við fengum að sýna á London Fashion Week sem var náttúrulega draumur og ég var ein af þessum 14 sem var valin af öllu Englandi sem var alveg dásamleg reynsla. Og á þessari sýningu þá heillaðist einmitt dómnefndin að textílvinnunni sem ég hafði verið að vinna og þau gáfu mér sérstök verðlaun fyrir fyrir þennan textíl sem var mikill heiður og þannig öðlaðist ég internship hjá William Tempest sem virtur ungur hönnuður sem hefur komist mjög langt á mínum aldri úti. Aðrir hönnuðir sem ég starfaði líka með á þessum tíma var Hussein Chalayan, Paul Tuck & Walsh, PPQ og Walsh. Þannig ég fékk rosalega góða reynslu í einmitt framleiðslu og fleiru sem maður kannski lærir ekki í skólanum hjá þessum fyrirtækjum. Að ganga frá flíkum, tækniteikningum og senda allt inn í framleiðslu sem ég held að sé rosalega mikilvægt í okkar bransi í dag, sérstaklega að því að framleiðsla fer fram mikið erlendis. Það er rosalega mikilvægt að hafa þessi sterku tæknilegu hlið. Kjólnir í FAD-keppninni. Og þið sjáu þarna sílikonið, það bæði þróaði ég fyrir þetta flatt sílikon án vírs sem myndaði svona eins og netaefni sem hengur niður á jakkanum og líka þróaði ég með vír þannig að það myndaði svona, innblásturinn var náttúrulega Ísland að sjálfsögðu eins og með marga og þetta var frostið sem innblásturinn, sem ég fekk innblásturinn frá og þessi textíl myndi mig einmitt á svona klakan sem myndast í kringum steinana þegar maður að labba niður í Elliðaárdal eða eitthvað í náttúrunni. Og ég var valin til þess að opna útskriftasýninguna hjá Istituto Maragoni sem var rosalegur heiður og
sem leitt til þess að þetta var fyrsta outfitið sem að labbaði út á sýningunni af 150 outfitum held ég. Þannig að það var mikill heiður að þau skildu kunna meta mína vinnu svona vel. Og upp úr því þá að ég rakst stílisti Lady Gaga á mína hönnun og kallaði inn þessar flíkur í photoshoot bæði og fyrir The Tie and Tiara Ball sem árlegi styrktartónleikar hjá Elton John. Og þar var ég svo heppin, það voru 80 hönnuðir heyrði ég sem að sendu inn á þessa tónleika, eitthvað sem þeir voru að vona hún skildi vera í. Og það voru bara 5 outfit valin og eitt af því var mitt opnunarverk úr skólanum. Og hún söng í þessu á eiginlega hápunkti í kvöldsins þegar hún söng með Elton John. Þannig að það var alveg stórkostleg upplifun að sjá það. Deginum seinna þá ég fór Lady Gaga líka á sýningu hjá Nick Knight, frægum ljósmyndara í London og færði honum listaverk sem hún hafði gert sjálf. Það sést kannski ekki mjög vel en það var svona pissuskál sem hún hafði skrifað í mér finnst gaman að pissa með þér eitthvað svoleiðis. Og hún var í mínu pilsi og það var bara enn annað og líka þegar hún fór og kaus að vera í mínu pilsi fyrir þennan viðburð sem var bara dásamlegt. Og upp á þessu hlaut ég að sjálfsögðu mikla fjölmiðla umfjöllun út allan heim og mikil áhugi á bæði textilum, fólk og forvitið og á hönnuninni og að ég skildi, þetta gerðist aðeins 2 dögum eftir að ég útskrifaðist þannig að það var mikið að ég spurt hvernig svona ungur hönnur hefði getað komið sinni útskriftalínu til Lady Gaga bara svona 2 dögum eftir útskrift. Þannig að það var mikill áhugi og enn í dag alveg ótrúlegur áhugi. Hún á mikið aðdáendum. En mér langar að sýna ykkur þessi verk sem að ég gerði og sérstaklega 2 kjólana þennan sem Lady Gaga var í og stóra kjólinn sem ég gerði og þannig að það munu 2 módel ganga hérna fram og ég vona að þið njótið. Takk, takk. Silence and darkness. I wasn't
þakkir fyrir þetta. Þá partíið byrjuð og músíkin komin í botn og svona eiga morgun verið fundir að vera. Kæra þakkir fyrir komuna og það eru þetta starfsmenn nýsköpunarmiðstöðvar sem áttu heiðurinn að svona allri dagskrá og fundarmótun, þannig að takk fyrir það Þorsteinn og Árdís og við ljúkum þá þessu á því að það víst hægt að koma við kjólana hérna frammi, þannig að ekki fara langt, verið sæl.